Í hverri viku fjölgar íbúum höfuðborgarsvæðisins 90 manns. Það jafngildir 18 fullsetnum bílum eða einum fullum strætisvagni. Á næsta áratug mun íbúum höfuðborgarsvæðisins halda áfram að fjölga og verða 300.000 talsins og telst svæðið þá sem meðalstór borg. Þessi fjölgun mun fela í sér talsverða aukningu í umferð. Umferðarspár sýna að óbreyttar ferðavenjur munu valda því að þjónustustig versnar og umferðartafir aukast, þrátt fyrir gríðarlegar fjárfestingar í nýjum umferðarmannvirkjum. Þess vegna tóku sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sig saman samgöngusáttmálann sem stuðlar að öflugum almenningssamgöngum. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins var samþykkt í öllum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu árið 2015. Þar eru sett fram markmið breytingar á ferðavenjum, þannig að hlutdeild ferða með almenningssamgöngum fari úr 4% í 12%. Hlutfall gangandi fari úr 20% í 30% og hlutdeild ferða með bíl fari úr 74% í 58%. Einnig er sett fram markmið að 2/3 af íbúum búi í nálægð við samgöngu og þróunarás borgarlínu. Borgarlínuverkefnið er heildstætt þjónustukerfi. Lykilatriði í því kerfi eru sérakreinar sem tryggja greiða leið og mikla tíðni ferða sem munu gera almenningssamgöngur áreiðanlegri. Hluti af verkefninu er að endurhanna göturýmið til að leggja áherslu á gangandi og hjólandi og verkefnið mun því hafa jákvæð áhrif á umferðaröryggi. Borgarlínuvagnar verða rafmagnsvagnar og drifkraftur í átt að kolefnishlutlausu samfélagi. Borgarlínan og strætó munu saman mynda samþætt leiðarkerfi almenningssamgangna. Í nýju leiðaneti verða svokallaðar stofnleiðir og almennaleiðir. Stofnleiðirnar verða 7 talsins og munu tengja sveitarfélög og stærstu hverfi höfuðborgarsvæðisins. Bæði borgarlínuleiðir og strætóleiðir munu nýta sérakreinar borgarlínu. Deiliskipulag borgarlínu Suðurlandsbraut er einn hluti af fyrstu lotu borgarlínu sem mun liggja frá Ártúnshöfða í Reykjavík að Hamraborg í Kópavogi Fossvogsbrú. Deiliskipulag borgarlínu í Reykjavík er skipt niður í nokkra hluta þar sem leiðin liggur ólík svæði, hverfi og deiliskipulags áætlanir. Nú þegar er búið að samþykkja 9 deiliskipulags áætlanir þar sem gert er ráð fyrir borgarlínu. Þær ná yfir Fossvogsbrú, Nauthólsvík, HR, Nauthólsveg, Nýja Landspítalann, Hlemm, efri hluta Laugavegs og 2 hluta Ártúnshöfða. Skipulags áætlanirnar skilgreina meðal annars hvernig umhverfið mótast, hvar stöðvar verða staðsettar og hvernig vegfarendur munu fara svæðin. Allar almennar forsendur fyrir borgarlínu Reykjavík má finna í rammahluta aðalskipulags Reykjavíkur. Þar eru ýmsar grunnupplýsingar eins og hvað er borgarlína, samhengið við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, samgöngu sáttmála, samgöngu áætlun og landsskipulagsstefnu, ásamt hönnunar viðmiðum fyrir deiliskipulag og framkvæmdir. Heildaráhrif af fyrstu lotu borgarlínu á umhverfið má finna í umhverfismatsskýrslu. Þar má finna nánari upplýsingar fjölda stöðva við Suðurlandsbraut og val af staðsetningum þeirra. Nú er í auglýsingu deiliskipulag borgarlínu Suðurlandsbraut. Skipulagssvæðið nær utan breytta götumynd Suðurlandsbrautar frá gatnamótum við Skeiðarvog og að Lágmúla. Tilgangur og markmið deiliskipulagstillögunnar er að staðsetja biðstöðvar, aðkomusvæði og nærumhverfi þeirra. Staðsetja sérrými borgarlínu, tryggja aðkomu og tengingar fyrir gangandi og hjólandi, ákvarða rými fyrir gróður, regnvatnslausnir og götugögn, samræma útfærslur við aðliggjandi götur og almannarými, ásamt því að setja fram meginhönnunarreglur sem tengjast ásýnd og skipulagsröð. Samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur
2040 liggur borgarlínan Suðurlandsbraut þar sem að finna miðsvæði með blöndu af íbúabyggð, verslunum, þjónustu og skrifstofuhúsnæði. Samkvæmt aðalskipulagi mun fyrsta lota borgarlínu liggja helstu útivistarsvæði Reykjavíkur og tengja þau saman. Áhersla er lögð á að draga úr raski eins mikið og mögulegt og tryggja gott aðgengi að þessum svæðum. Suðurlandsbraut liggur meðfram Laugardal og þaðan verður bein tenging Grænan ás með göngu og hjólastígum inn í Elliðaárdal. Á þéttbýlisuppdrætti má sjá legu borgarlínu gegnum svæðið. Deiliskipulagið er í samræmi við ákvæði aðalskipulagsins. 6 þróunarsvæði liggja við Suðurlandsbraut, þar á meðal Múlahverfi og Skeifan. Þróunarsvæði eru svæði þar sem gert er ráð fyrir uppbyggingu 50 íbúða eða fleiri. Landfræðileg afmörkun á þemakorti aðalskipulags Reykjavíkur 2040 er bindandi og ákvarðar stærð svæðisins. Uppbygging er þegar hafin á Orkureitnum og við Grensásveg 1 sem tilheyrir Skeifunni. Á Suðurlandsbraut milli Kringlumýrarbrautar og Skeiðarvogs munu 2 borgarlínuleiðir aka og 1 strætóleið. Borgarlínuleiðirnar munu tengja saman Grafavog, HÍ, Mosfellsbæ og Seltjarnarnes og verða þær báðar á 7 mínútna fresti á háanna tíma og strætóleiðin á 15 mínútna fresti. Á leggnum að milli Kringlumýrarbrautar og Grensásvegar munu á háanna tíma 17 vagnar aka á klukkustund í hvora átt og á milli Grensásvegar og Skeiðavogs munu aka 21 vagn. Óháð borgarlínuverkefninu þá verður hámarkshraði á Suðurlandsbraut lækkaður úr 60 km á klukkustund í 40 km á klukkustund til samræmis við umferðaröryggis áætlun Reykjavíkurborgar sem samþykkt var 2021. Helstu breytingarnar á Suðurlandsbraut verða þær að bætt verður við borgarlínubrautum frá Skeiðarvogi að Lágmúla ásamt 3 stöðvum við Glæsibæ, Laugardalshöll og Lágmúla. Hjóla- og göngustígum verður bætt við sunnan borgarlínubrauta og núverandi stígar norðan megin haldast óbreyttir. Þannig verður aðgengi virkra ferðamáta við götuna bætt verulega. Akreinar fyrir almenna bílaumferð verða mestu leyti einbreiðar nema við stærri gatnamót. Græn ásýnd gatna er aukin með skilgreitum svæðum fyrir gróður og regnvatnslausnir ofanjarðar. Aðkomu bíla og bílastæða við Suðurlandsbraut 4-32 verður breytt. 3 borgarlínustöðvar eru í deiluskipulaginu. Við Glæsibæ verður tengistöð þar sem möguleiki er á tengingum við leiðir sem aka Grensásveg. Einnig verða tengingar við Voga og Heimahverfi, Laugardal, Múlana og Skeifuna. Stöðin verður af hefðbundinni stærð með 20 metra langa brautapalla. Gert er ráð fyrir skábrautum við austurendan þar sem verður ljósastýrð gangbraut. Önnur stöð verður við Laugardalshöll og væntanlega Þjóðarhöll. Þar verða tengingar við Laugardalshöll og nýju Þjóðarhöllina, Laugardalsvöll og íþróttasvæði dalsins, íbúðahverfi í Laugardal, Múlana, Fjölbrautaskólann í Ármúla, grænt svæði bak við Síðumúlann að Fellsmúla og íbúðarhverfi við Háaleiti. Stöðin verður með lengri brautapöllum eða 40 metra, meðal annars til að gera ráð fyrir auknum afköstum við stóra viðburði í Laugardalnum. Gert er ráð fyrir skábrautum við austurendan, þar sem verður ljósastýrð gangbraut. 3. stöðin í þessu deiluskipulagi er við Lágmúla, fyrir framan hótel Hilton Nordica. Þar verða tengingar við 2 af stærstu hótelum í Reykjavík, Hilton Nordica og Grand Hotel Reykjavík. Blómahálsreitin sem er í uppbyggingu, verslun og þjónustu í Múlunum og á Engjateig, íbúðahverfi í Safamýri Lágmúla og Teigahverfi. Stöðin verður af hefðbundinni stærð. Möguleiki er á að hafa skábrautir í báða enda ásamt gangbrautum. Við allar stöðvar verður gert ráð fyrir að koma megi fyrir hjólastæðum þar sem pláss leyfir. Á skipulagsuppdrætti eru gatnamót sýnd samkvæmt núverandi hönnun en útfærsla þeirra getur breyst við endanlega hönnun.
Heildarstærð eða rými sem ætlað er undir gatnamót má þó ekki fara út fyrir þau skipulagsmörk sem uppdrátturinn sýnir. Fjöldi beygjagrunna við gatnamót er leiðbeinandi og getur tekið breytingum. Gatnamót þar sem leyfðar eru vinstri beygjur á Suðurlandsbraut verða ljósastýrð til að tryggja greiðfærni borgarlínunar og auka umferðaröryggi. Eftirfarandi gatnamót eru innan deiluskipulagsins og verður breytt frá núverandi ástandi. Gatnamót Suðurlandsbrautar og Álfheima. Borgarlínubrautum sem þvera Álfheima verður bætt við, ásamt hjólastígum sunnan megin og beygjuvösum verður lokað. Ekki verður hægt að taka vinstri beygju frá Suðurlandsbraut að Álfheimum. Gatnamót Suðurlandsbrautar og Grensásvegar. Borgarlínubrautum sem þvera Grensásveg verður bætt við ásamt hjólastígum sunnan megin. Þá verður beygjuvösum lokað. Gatnamót Suðurlandsbrautar og Vegmúla. Borgarlínubrautum sem þvera Vegmúla verður bætt við ásamt hjólastígum sunnan megin. Gatnamót Suðurlandsbrautar og Reykjavegar. Borgarlínubrautum sem þvera Reykjaveg verður bætt við ásamt hjólastígum sunnan megin. Akreinafjöldi Reykjavegar mun fækka eina akrein í hvora átt. Gatnamót án ljósastýringa verða á akreinum þar sem almenn bílaumferð verður á biðskyldu og mun aðeins geta farið út af Suðurlandsbraut með hægri beygju eða inn á Suðurlandsbraut með hægri beygju. Markmiðið með því að fella niður vinstri beygjur er að tryggja forgang og greiðfærni borgarlínu, minnka slysahættu og einfalda stjórnun umferðarljósa. Stefnt er á að breyta 5 gatnamótum án ljósastýringar í nýju skipulagi. Ekki verður möguleiki á vinstri beygju við gatnamót Suðurlandsbrautar og Faxafens, gatnamót Suðurlandsbrautar og Dalsmúla, gatnamót Suðurlandsbrautar og Hallarmúla eða við gatnamót Suðurlandsbrautar og Lágmúla. Göngu- og hjólastígar sem þvera gatnamótin verða upphækkaðir. Gatnamótum Suðurlandsbrautar og Engjateigs verður lokað. Nokkuð innkeyrslur sunnan Suðurlandsbrautar þar sem bílastæði eru oft inn á milli eða fyrir framan byggingar. Staðsetningar innkeyrsla á uppdrætti er ekki bindandi. Aðeins verður hægt að fara út af Suðurlandsbraut með hægri beygju eða inn á Suðurlandsbraut með hægri beygju. Engar innkeyslur verða norðan Suðurlandsbrautar. Ekki er gert ráð fyrir neinum bílastæðum innan deiluskipulagsmarkana. Sunnan megin við götu, utan skipulagsmarka, verður núverandi bílastæðum við Suðurlandsbraut 4-32 breytt vegna breiðara götusniðs. Í gegnum allt skipulagssvæðið er gert ráð fyrir 2 sérakrinum fyrir miðju fyrir borgarlínu. Miðjusettar akreinar borgarlínu eru ákjósanlegastar út frá umferðaröryggi og aðgengi. Við Suðurlandsbraut er mikilvægt að aðgengi, gangandi og hjólandi að borgarlínustöðvum frá þjónustu og vinnustöðum sunnan við Suðurlandsbraut sé sem allra best, styst og öruggast. Sitt hvor megin við brautirnar eru svokallað svigrúm. Misstórt svæði með sveigjanlegt hlutverk, til dæmis fyrir gróður, ofanvatnslausnir og brautarpalla við stöðvar. Þar fyrir utan verða akreinar fyrir almenna bílaumferð, ein í hvora átt. Gert er ráð fyrir að akreinum fjölgi við ljósastýrð gatnamót. Á skipulagsuppdrætti eru sýndar leiðbeinandi akstursstefnur til skýringar. Utan akbrauta koma hjólastígar og svo göngustígar eða gangstétt. Önnur svæði eru merkt með grænu en þar má gera ráð fyrir gróðri, ofanvatnslausnum og jafnvel hjólastæðum, allt eftir aðstæðum. Í Laugardal, norðan við Suðurlandsbraut, er nú þegar vinsæl hjólaleið og göngustígur. Til að bæta aðgengi við Suðurlandsbraut og í samræmi við stefnu borgarinnar bætta aðstöðu fyrir virka ferðamáta, verður bætt við hjólastíg og göngustígum sunnan megin við Suðurlandsbraut. Framkvæmdir á Suðurlandsbraut vestan Grensásvegar eru áætlaðar 2027 til 2029 og austan Grensásvegar 2028 til 2030. Borgarlínan verður nýr, öflugur burðarás, vistvænna samgangna sem tengir saman hverfi og sveitarfélög á skilvirkan, öruggan og umhverfisvænan hátt.